Gígnum í nótt og skoðuðu aðstæður. Fyrst af öllu í þessari litlu ferðasögu skal taka fram að það er ekki búið að opna fyrir almenna umferð að gosstöðvunum. Kastljós fékk að slást í för með Guðmundi Eyjólfssyni. Í þessari veröld, en íslensk sumarnótt á jökli þar sem landslagið minnir á svartan eggjabakka eða tunglið jafnvel, þótt við höfum reyndar aldrei keyrt þar, en tunglið horfir einmitt úr annarri áttinni leið og sólin skríður aftur upp fyrir sjóndeildarhringinn hinum megin við eftir mjög stutta hvíld fyrir neðan hann. Þegar svo komið upp á Goðasteini hlýtur eiginlega hvern þann að setja hljóðan sem gengur fram á brúnina og virðir fyrir sér merkin það sem hefur gengið á. Klukkan 6 að morgni og við okkur blasir mikilfenglegasta sýn á Íslandi og þótt víðar væri leitað. Eldstöðin Eyjafjallajökull. Það blæs bara gufu úr gígunum og þannig hefur það verið í nokkuð marga daga. Þrátt fyrir það hefur samt enginn þorað enn að segja að gosinu sé lokið. Sagan sýnir okkur að gosi í Eyjafjallajöklum, það geta tekið sig upp aftur. Það ennþá töluverð gufuvirkni úr gígnum og við hafa sést svona smá gjóskusprengingar, ansið litlar, maður rétt liti í gufumarkinn. Og það klárlega liggur niðri en það er mjög erfitt að segja að það sé alveg lokið, en það er allavega hlé. En hvað þýðir gufuvirkni? Hvað er að gerast þarna í gígnum? Ja, gufuvirkni þýðir að það er einhver kvika þarna niður í gígrásinni sem er að kólna og afgasast, þannig að það eru ennþá gös að koma upp úr gígnum og í ákveðinni skilgreiningu það hvort eldgos sé í gangi eða ekki þá dugar að sé einhver gös sem kom upp á jörðinni, að það er ekki alltaf að fylgja hraun. Það sem gerðist var fyrst að gosið breiði sig í gegnum ísinn, þá mynduðust tveir katlar, ískatlar, þar sem að mesta virkni var, og svo vatnsrás í norður. Síðan virtist virknin leita í einn ketilinn af þessum þremur kötlum og hann stækkaði og þar fór að myndast gígur og það er það sem við sjáum á þessum myndum núna. Það er þetta gígform sem að byrja að myndast inn í einum ískallana. Hingað til hafa fáir fengið tækifæri til þess að berja svæðið augum og kannski enginn jafnoft og Guðmundur Eyjólfsson. Kemst þetta upp í vana eða er hver ferð einstök? Já, það er að magnaða við þetta að hvert einskipti sem kemur hérna upp yfir, það er aldrei eins. Það er einhvern veginn mikla breytingar alltaf eiga sér stað hérna. Hvað er það sem breytist? Já, maður hefur séð mikla breytingar í jöklunum náttúrulega, gríðarlega breytingar. Og núna í þessari ferð okkar, þá sé ég að jökullinn er öðruvísi heldur en hann var fyrir viku síðan. Og hann verðist vera að skríða hérna onni öskjuna og breytast og svo sér maður breytingar líka í kringum gíginn. Það verðist vera að sé mikið af brennisteina koma upp og maður sé litabreytingar í landslaginu. Það er eitt að keyra upp að eldstöð þegar hún virðist vera hætt að gjósa eða minnst búin að taka sér hlé. Það er annað að koma hérna upp á meðan gosið er í gangi. Fór aldrei þig þegar komið hérna spýðurnar og grjótið og það er nú ekkert gaman að fá hérna þessum hnullungum í hausinn? Nei, já, ég kom hérna með svissneskan eldfjallafræðing
eitt skipti meðan gosið var í fullum gangi og jú, ég verð viðurkenna það að hjartað í manni fór að slá dálítið hraðar. Það var nú eitt sem hann laumaði að mér. Þetta er maður sem er búinn að ferðast um allan heim og fara elta upp eldgos um allan heim og hann laumaði einni ráðleggingu að mér að ef að kæmi stór sprenging og mér fyndist að það væri að koma í áttina til okkar, þá ætti ég alls ekki að hlaupa í burtu heldur að standa grafkjúr og horfa beint upp í loftið. Og ef mér sýndist grjótið vera að stækka þá ætti ég að hoppa til hliðar. En það kom aldrei til þess? Það kom aldrei til þess og þetta var alltaf fallega langt í burtu og við töldum okkur aldrei við neitt í hættu. Við þá sem voru ef til vill farnir að vona að þessu öskufóki færi að linna er aðeins eitt að segja. Eða sýna öllu heldur. Þykkt, svart, lag, eins langt og augað eigir, milljónir tonna af ösku sem bíða þess sallarólegar að fjúka á haf út, ofan í jarðveg eða bara inn glugga í Vík í Mýrdal. Ösku sölu fólk þarf að minnstakosti ekki að óttast hráefniskort í bráð. Þetta verður örugglega viðvarandi vandamál í sumar. Þessi aska að fjúka út allt. Það má hins vegar ljóst vera að hvað sem líður þeim búsifjum sem Eyjafjallajökull hefur valdið ferðaþjónustunni, þá hefur þetta svæði slíkt aðdráttarafl núna að hann ætti að geta borgað bróðurhlutann tilbaka ef hann verður góður. Þeir ferðamenn sem ég kom með á svæðið, líka hérna fyrir neðan okkur, ofan í Þórsmörk og það sem Gígjökullinn er, að þeim þóttist alveg stórkostlegt að sjá þetta og sjá ummerkin eftir gosið. Og mér finnst virkilega gaman að sýna fólki þetta og ég held að við ættum að reyna að nýta okkur það. Já, og yfir í annað, því að svo geti farið að hækka þurfi gjaldskrár Orkuveitunar 10% á næstu árum.